Sæli veriði, Ívar hér flugusmiðinni og verið velkomin á rásuna. Í dag ætla ég að nýta flug eftir góðan vin minn, Jón Sigurðsson heitinn. Þetta fluga sem við höfum nýtt áður á rásinni en nú ætla ég að nýta hana í upphaflegri útgáfu þannig að þið fylgist með. Þá förum við með tvinnan cirka hingað og búkurinn á flugunni hvorki meira né minna en svartur tvinni. Látin hýli á legginn, það þarf ekki að vera neitt breið. Það að segja, búkurinn á bara að vera örmjór og þessi fluga virkar best undir yfirborðinu, bara eins og emerger nema hún strippuð bara eins og setja að strippa laxaflugu, litla laxaflugu, hratt, stutt. Prófiði það, yfir torfa bleikju, svona það þýðir ekki að gera þetta á vorin held ég, en svona þegar bleikjan orðin meira pikki, þá virkar þetta oft ansi vel. Við erum að nota Arex krók í þetta, ég með ekki með pakkan ánum þetta, en þetta sem sé Arex nr. 10, svona gröpperkrókur, eða curved nymph eins og hann heitir. Og ég set í lýsingun á vídeónu, þá setjum við nafn þessi og númer á króknum. Ég er bara ekki með það við hendina. Búkurinn á flugunni bara klár. Þá þurfum við að gera á hana lappir. Lappirnar koma hérna og lappirnar á henni eru bara úr svörtum hana og hann setti Jón lappirnar alltaf undir að sjálfsögðu en það er mega að fara hérna sem sé svona ofan á til að byrja tvo snúninga og svo bara snúið þessu við sjáðu neyðið þær hérna undir. Það er ekki alveg að ganga en lappirnar á henni eiga að vera alveg pínu litlar og ekkert of eitthvað yfirgnæfandi sjáu þið. Þetta er svona við það að komast niður hérna og tökum lappirnar hérna sem sé niður og setjum tvinnan á bakvið og standa þér út úr ég held þessu hérna og tvinnan hérna á bakvið þær sjáu þið hvernig það stendur út. Og þessar lappir sem vorum að setja hérna á, það er alltaf leið þó að ná allar hringinn. Það gerir ég ekki til. Svona. Og svo klippum við þetta í burtu hérna. Klárum búkinn, lappirnar eru á miðjunni á þessari flugu. Svona, já, skrítin flugu upp á það að gera en til þess sem ef það er eftir Jón Sigurðsson, þá virkar það. Svo tökum við næst sem sé vængfjöður á stokkund sem er svona grá, tiltölulega einföld, ódýr fjöður. Tökum af henni smá stubb og við nýtum stubbin hérna niður, framan. Svona. Og svona klippum þetta auka dæmi hérna og ég toga alltaf í þetta þessi puttarnir er alltaf fyrir nú getum við zoomað aðeins út úr þessu þannig að sjáuð fluguna betur en þá getum við ítið þessu svona upp þá stendur þetta upp sjáuð til tag end eins og kaninn kallar þetta þá er þetta bara svona og svo er hausinn á flugunni bara hérna. Hún er klár. Mjög einföld fluga. Og þið munið það, þetta er fluga eftir Jón, þið megið nota hana svona og nýta hana bara svona eins og hún er. Þetta er ekkert ólíkt Black Gnat og þetta svinn virkar. En Jón Sigurðsson nýtti þessa flugu svona og svo sem loka nikka á hana, þá fór hann með skærin hérna undir vænginn og stytti vænginn á henni. Þetta er sem sé dagbjört, orginal dagbjört, eins og Jón hitt hana. Það má vera með lengri væng, það er ekkert mál. En svona virkar hún alveg útrúlega vel. Það má líka nýta þetta á beinan krók og þá hafa hann ennþá minni mjórri sig. Og
og þá er með hvítari væng, með gráa væng í orginalinu. En þá er flugan bara klár, bara söppum við þetta og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Við neitum sem sé, við erum með Arex krókjá, gleymdi að minnast á það, og við erum með að sjálfsögðu Uni 8.0 svartan, það er miklu uppáhaldi hjá mér. Söppum þetta hérna og með að gera það þá þakka ég ykkur kærlega fyrir áhorfið. Við endilega deila ráðsynni, gerast áskrifendur og setja like á vídeóið. En þangað til næst þá bara þakka ég kærlega fyrir og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.